Góðan daginn. Gangi í bæinn. Típiski leikdagur, það ég vakna þegar börnin vakna yfirleitt og svo sest maður niður og borða morgunmat og fær sér kaffi og skutla börnunum, stelpunum minni í leikskólan. Strákurinn og því byrjar í leikskóla og svo kíkir maður aðeins upp í vinnu og athuga stöðuna það til hádegis, eitthvað þannig. Ég byrjaði að fótbolta þegar ég var 5 ára og eldri bróðir minn var í fótbolta og ég fylgdi æfingar og þess háttar. Þannig að ég held að síðan hafi bara fundist gaman í fótbolta og haldið því áfram. Alltaf verið mikið í boltaíþróttum. Það var ekki sérstök fyrirmynd þannig séð í fótboltanum, sko. Það var gaman að horfa á okkar leikmenn. Það var geðvægt að horfa til Tryggva Guðmunds í FH þegar maður var svona að nálgast meistaraflokkinn. En svo byrjaði ég að spila 18 eftir hálft tímabili og var svo sem ekkert að búast við því, sko. Við vorum með það gott lið og mikið af góðum leikmönnum en svo á ákveðnum tímapunkti þá fóru Arnar og Bjarki að þjálfa IA og Dennis Siem meiddist. Þannig að þá, losnaði pláss á miðjunni þarna og ég fékk koma inn á einu leik þarna og svo eftir það spilaði ég, alveg slatta og það var mjög auðvelt að koma inn í þetta. Þetta var mjög gott lið og þetta var ekki þannig að það var þvílík pressa á mann að koma inn eða maður fékk hjálp úr öllum áttum og þannig að þetta var frábært umhverfi að koma inn í til að byrja meistaraflokksferilinn. Okay. Ég veit ekki hvernig þú laga það. Já. Þú ætlar að íta að taka hann. Komdu inn, við erum að fara í lyftina. Þú að setja þig núna? Okay. Já, hún opnar. Ég skrifaði undir hjá Víking 2013 og fer síðan til 2014. Það var náttúrulega bara í sjálfu sér það sem maður búinn að leitast eftir að gera allan annan tíma sem maður var í fótbolta, að verða atvinnumaður og var náttúrulega geðveikt að fara þarna út og vera í svona umhverfi þar sem að þú ert bara að æfa fótbolta og lífið snýst bara fótbolta og það var ekki verra að ég var með 4 aðra Íslendinga með mér í liðinu. Já, hérna í Noregi þá voru náttúrulega 5 Íslendingar saman og ég held að það sé nú ekkert alltaf vænlegt til árangurs þegar þú safnar of mikið Íslendingum saman í útlöndum, sko. Þetta var náttúrulega geðveikt, við hittumst mjög oft heima við Indriða og þau héldu utan okkur, mig, Sverri, Jónda og kannski héldu ekki utan Steinþór, hann var fullorðinn maður þannig að hann þurfti ekkert að halda utan hann. Eða jú, kannski smá. Einhvern tíma man ég eftir að það var einhver risafrétt í blaðinu þarna eftir að það var búið að ganga ágætlega fyrsta árið og svo töpuðu held ég 2 leikjum í röð eða eitthvað og þá fór af stað einhver saga þarna í blaðinu að einhver leikmaður Víking hefði komið til blaðamanns og farið að tala það við hann að það væri svo mikið drykkjumenning í liðinu og sem að mér persónulega fannst það algjör kjaftæði en það fannst mér sýna svolítið muninn á Íslendingum og Norðmönnum að því leytinu til að einhver leikmaður hann ákveða að fara í blaðið af því að þetta var eitthvað sem var ekki að spila, sko. Hann var svo óvanur að vera ekki að spila, hann ákveða að fara í blaðið og tala illa aðra leikmenn í liðinu bara til þess að láta liðið líta illa út og ég ætla nú ekki að segja það að við höfum verið einhverjir kórdrengir en ég ætla nú samt að bakka upp mína menn sem spiluðu með mér og við vorum nú ekki svona slæmir, sko. Bara langt frá því. Hræddur alveg svo neðangerningur að fara á leikskólann hérna, sko. Þetta er leikdagsmyndataka hérna.
Já, þú ætti að koma og segja hvað finnst leikinn. Þetta er svona leikskólan. Fylgjar á leikskólan. Já. Hann mætir ekki á leikinn, var hann að segja. Nei, ég kemst ekki. Hvet samt alltaf til að mæta. Sjáumst. Þannig að dóttir mín elskar Ice Guys. Hún ekkert eðlilega sáttur hún sé Frikka Dóra á leikskólanum. Þetta svo erfið spurning að hvort maður sé meiri Frikka eða Jónsson. Sko, ég verði eiginlega að segja Frikki þegar hann kom og spilaði í brúðkaupinu hjá mér. Og gerði allt vitlaust. Hann ferðaðist alla leið á Höfni í Hornafirði fyrir mig til að koma og spila í brúðkaupinu mínu. Og ég er svo þakklátur að ég verði að segja þessi meiri Frikka-maður, sko. Það er alveg... Sorry Jón, sko. 2019 þá var ég ekkert búinn að vera að spila endilega eins mikið og ég vill í Danmörku. Og ég er bara, ég er búinn að fá að heyra frá einhverjum liðum á Íslandi að þau vilja fá mig og mér langaði alltaf að skoða hvað væri boðið úti en það var svona aðalega að fara aftur til Noregs og ég var eiginlega ekkert spenntur fyrir því og þannig ég svona ákvað bara að læra lið á Íslandi og það var einhver áhugi fyrir einhverju liðum en sjálfu sér var alltaf númer 1 að koma og spila fyrir FH og bara hafði eiginlega engan áhuga á því að spila fyrir eitthvað annað lið heldur en FH og maður er orðinn eins og einhver mubla þarna upp í Kaplakrika eftir öll þessi ár sem maður er búinn að vera þarna og maður hvað sem er alltaf þarna líka þegar maður kom heim í fríinu frá fótboltanum og þegar maður var að spila úti þannig að hefði maður ekki orðið bara eitthvað óþægilegur þegar maður farið eitthvað annað lið. FH getur maður alltaf, ég get alltaf verið sami gamli Björn og farið og verið með læti inn í Kaplakrika og öllum fyrst að fyndi en ég myndi örugglega allir líta á mig eins og einhvern aula í einhverju öðru liði heldur en FH. Þannig að þetta hefur bara verið besta ákvörðun að koma heim og vera það sem manni líður vel. Sjá hvað þetta er fallegt! Haha! Leggja hér, ég veit ekkert hvort það megi eða ekki, en þá kemur bara einhver raukum í burtu. Þetta er bara eins og alveg gras. Nú voru Jónsi brjálaði maður, búinn að rífa upp grasið hérna. Óli Jó kenndi mig þetta, þegar hann var að þjálfa mig. Þess að alltaf þú fer að spila á nýjum velli, alltaf að smakka grasið. Hann var alltaf að éta grasið og alltaf bara hvort það var vel vökvað og svona. Það veitir hvað. Svona aðstæðinu hérna ertu náttúrulega með heilt félag, á sama svæðinu. Og eftir með frjálsíþróttadeild og handknattleiksdeild og allt þetta. Meina aðstæðan í Noregi var bara frábær. Þeir voru með glænýjan völl þar, eða svona tiltölulega nýjan, þar sem að öll aðstæðan var bara lyftingasalurinn og allt þetta var inni á því svæði þannig að mættum alltaf á völlinn. Og svo vorum við með grasvöll liðinn á sem við æfðum á. Og mér fannst það geggjuð aðstæða. Ég skellti mig í golf með Aron í gær og við tölum það að fara á Von í hádeginu. Björn er ágætur í golfi, hann má eiga það. Það ekki? Já. Það er alveg í andlitinu? Já, ég sé það. Já, hvað segir þessi? Hvað er það langt? Þetta er skoppinn. Það er stoppa. Jæja. Þetta er parið. Bang! Auðvelt par. Nei, Bridgestone 4. Vel gert. Takk fyrir hringinn. Well played. Ég nenni ekki svona formleitum, ég er allir ná. Takk fyrir. Vinnum þetta. Góða fyrir þér fyrir leikinn. Hvað segirðu? Mjög gott. Ég er svona alltaf að velja milli hvort ég ætla að láta þig eða Aron sækja mig. Já. Ég hugsa að það er aðeins meiri klass í þessu heldur en bílum sá. Hvað er það, bara fiskadass eins og... Já. Herri, við erum að fara á Von, eða ekki? Jú.
Skál. Heyrðu, hérna, nú þurfum við að fara í vinnuna. Ég ætla að fara heim og slaka á fyrir leikinn og vera klár í þetta. En við erum í vinnunni. Síðan í hádeginu þá er ég bara búinn að vera heima að slappa af og njóta tímans með konunni og hérna, litla stráknum okkar. Já, ég er í byrjanliðinu í dag. Sem er ánægilegt. Já, ég býst bara við hörku leik. Þeir eru 3 stigum undan okkur og við náttúrulega þurfum bara sigri að halda eftir síðustu 2 leiki. Varðandi mörk og stóðsendingar, nei, ég hef nú lítið skorað síðan ég kom heim. Það er svona ástæðan fyrir að ég verið að spila eins aftur á vellinum en ég held að þetta sé mesta sem ég hef skorað bara síðan ég spilaði í Noregi og það er bara gaman að geta að skora. Ég er svo gamall maður, ég nenni ekkert að vera að setja mér eitthvað markmið. Ég bara mæti í leikina og ef ég skoraði og hafa það snillt sko. Heyrðu, game on, leikur. Og síðan skalli og heyrir að jafna metin. Hvað er í gangi hér? Björn Daníel Sverrisson jafnar metin. Björn Daníel að skora 7. mark sitt. Kjartan Kári er með aukaspyrnuna í